Á meðan stóðu yfir átök milli Snorra Sturlusonar og Sturlu Sighvatssonar frændana suður á landi og fyrir vestan ríkti Kolbeinn ungi yfir áspyrningum í Skagafirði og var orðinn svolítið aðklemdur vegna þess að Sturlungar voru búin að ná í tökum í Húnavatnssýslum og fyrir austan í Eyjafirði var Sighvatur við völd. Sighvatur sem var ekki lengur besti vinur Kolbeins. En eftir að Kolbeinn tók sín ráð í sínu héraði, þá áttaði hann sig á að því virðist að hann yrði að losa sig við yfirráð Sighvatar. Sighvatur var vinsæll maður og ef hann ætlaði sér að stjórna sínu ríki áspyrninga, þá yrði hann að losa sig við þennan kall. Hann gerði það með ýmsum ráðum sem ekki voru allfalleg og hann til dæmis árið 1234 þá fékk hann fregnir af því að Kálfur Guttormsson, bóndi á Miklabæ, sem þá var búinn að búa þar nokkur ár, væri hallur undir Sighvat eða væri vinur hans og fleiri menn í héraði sem vildu frekar hafa ráð Sighvatar heldur en hans. Kolbeinn taldi menn verið ljúga þessu en þessi orðasveimur var sterkur og menn töluðu til hans þannig að hann neyddist til þess að kalla til séra Jón á Hjaltastöðum til að fá úr þessu skorið vegna þess að hann trúði ekki því sem sagt var. Og Jón fullyrti það eða það var þannig sett upp hálfgert leikrit þannig að Kolbeinn var látinn hlusta á það milli herbergja hvað Jón sagði þetta mál og hann verður þess fullviss að Kálfur muni svíkja hann vegna þess að hann hafði reynt að fá þá sem hann taldi vera vini Sighvats í för með sér að Sighvati og Kálfur hafði skorast undan því og sagst ekki þurfa að sýna vilja sinn eða fylgni við Sighvat með því að eða við Kolbeinn unga öllu heldur með því að fara gegn Sighvati. Þannig að hann tók ekki þátt í því útboði eða herboði og Kolbeinn lét segjast, taldi þetta vera rétt og taldi þá best að losa sig við þennan ágæta bónda sem var mesti bóndi sagður vera á Norðurlandi á sinni tíð. Hann fer í grimmilega ferð til Miklabæjar og drepur bæði Kálf og son hans Guttorm og þessi víg voru þóttu harkaleg og var talað Kolbeinn sem svona níðing eftir það. En það sem merkilegt við þetta allt saman að Kálfur þessi tengdafaðir Brands Kolbeinssonar náfrændans á Reynistað sem var Brandur sá var sonur Kolbeins Kaldaljós og á eftir að koma við sögu Brandur í Haugsnesbardaga. Og hann raunverulega sá sem tekur við ríki Kolbeins unga þegar hann fellur frá, sem önnur saga. En hann sem sagt kominn á það stað, Kolbeinn ungi, hann búinn að algjörlega gefa það augljóst að hann algjör andstæðingur Sighvatar og Sturlu þá þar með þeirra feðga og vill ekkert með að hafa. Fór töluverður tími fyrir Kolbeini stöðugt að gæta þess að Guðmundur góði Arason væri ekki að gera einhverja skráveifur á Hólum. Eftir að hann drepur þá feðga á Miklabæ, þá hann settur í bann, Kolbeinn, og skipað að fara utan, ganga suður. Hann tekur þá til þess að skipa að biðja Þórð Kakala Sighvatsson, bróður Sturlu, að gæta ríkisins á meðan hann fer. Og Þórður Kakali í 2 ár í Skagafirði og verður vinsæll
alveg eins og pappans á þeim tíma. Þannig að þegar Kolbeinn ungi kemur tilbaka þá er hann ennþá svolítið valtur gagnvart þeim feðgum.